Fyrst á dagskrá leikritið Dýrin í Hátaskógi eftir Þorbjörn Egner. Allir nemendur skólans taka þátt í uppfærslunni og viljum við byrja á því að þakka Ellu kærlega fyrir búningahönnun, Elvar Loga fyrir góð ráð, Dagníu fyrir tónlistarstjórn og svo Sigrúnu og Má fyrir ferðina. Við viljum minna á að slökkva á farsímum til að trufla ekki sýninguna. Góða skemmtun og gjörið svo vel. Hér mætir mikið sjá, með mjóa kló og tá og mjúkan pels og merkisinn sem hættar bokkar fá. Ég liggi leinið þétt með lámarunn og klapp, ef vitt ég finn hver lítil mús lungum illa sett. Ég kalla gagn með glói músaskinni, þá kveð ég gemmi brauð og tínu þinni. Ef mýsla neitar mér og máski stimpast fyrr, her 1 og 2 og 3 og þá með þökk og netin Þá veiði fyrir og frakkan rauða ber, hinn minni dýr og mörg og fjöldi mig að gáa sér. Þau skjálfa eins og flýja burt, því margra sögnum mína slag þau munu hafa spurt. En ussi mosa músa til ég greini, sjá Marteinn kalli læðist þar á steini. Hver hafi hljótt sig, en þarna fel ég mig, hin litla montna músagrein og mætti vara sig. Ég fel mig hér á meðan Marteinn skúmormús að tína ber. Held ég mig að starfi því netum safna ber, 10 handa frænku og 20 handa mér, og af þeim ég 8 þá eru 12 að bjóða. Herast upp í skiptum fyrir hunangsköku góða. Ég skal segja ykkur að ég kom frá Herastu bakara, þó honum keypti ég fína stóra tertu, því amma mín kemur heimsókn í dag og þess vegna verð ég að eiga ykkur gott með kaffinu. Finnst ykkur það ekki líka? Jú. Nú vona ég bara að ég mæti ykkur Mikka ref, því hann svo rosalega vondur. Hafið þið nokkuð séð hann? Já, það höfum við reyndar. Hvað sagðist þú annars? Ég sagði bara góðan daginn þegar Mikki. Hvað áttu með henni í körfunni? Bara köku. Láttu mig fá hana. Nei, þú fær hann ekki, því amma mín kemur heimsókn í dag. Láttu mig fá hana, segir ég. Nei! Annars borðið bara í og kökuna! Gæti ykkar, piltar, gæti ykkar. Þarna stendur veiðumaður bak við tréð. Hvar er hann? Þarna! Á í stærsta fjara sig. Nú sér hann með árana lekki. Haldið þið það? Nei. Að hverju ertu að hlæja? Þarna gabba ég hendur heimski Mikki. Það er enginn veiðumaður bak við tréð. Og hvað er það á músinni? Horfinn, gersamlega horfinn. Þetta skáttum að borga. Já. Kannski er þetta sniðugur. Þarna koma fleiri. Seg, ætla að segja Lilli klifumús. Honum skal ég sko ná. Ég ætla að bíða hér og já, bíða þá til hann kemur. Hér kemur Lilli maður klifumús, kætti berinni sérkvært hús, reglur sönga og músikmús, mistara gítar og slátturmús, tralalalala, tralalalala, tralalalala. Ó já, það sé skótt að rennum. Nú skal ég ná þér, Lilli. Ó já! Veiðmaður!
Lili, hvað er þið? Þetta er... Hvað er það? Nei. Stoppa það. Mikið nú leiðist hefur skul ekki geta klifraði trjá. Þegiðu, ég næði þetta að síða það verði. Bittu bara. Og hvað heldur þið þurfa að bíða lengi eftir slím ekki? Ég set hérna og dettur niður. Þó þurfa að bíða þér heila viku. Það er nú nokkuð tími. Kári nú spáði að syngja svo rauða svolítið með þau bíl. Heyrðu Mikki? Komdu þér að tala um mig. Nei, mér fættu betur að vera henni uppi. Mér langaði bara að spyrja það svolítið. Spyrja þá. Mér langaði bara að spyrja þig hvort þið varum að koma út í skapið þó ég raulaði svolítið með þau bíl. Nei, syngdu bara. Þetta segja ásettur á þig. Þegar hann fer að syngja gæti hann gleymt sér og dottið niður. Syngdu bara, Lilli minn. Það er ekkert víst að þeir finnast vísuna skemmtilega, Mikki. Nú, þið ekki það. Það er svolítið sorglega, sérstaklega refis og þig. Ég raula kvæði refinn sem hér býr. Í græki vill hann gleypa hinn góður skógardý. Já, þetta er sorgarsöngur, vísti sagan illa fer. Æ, fallir rúllan ræ og vastur öndin er. Einn dag hann var á veiðum, þar voru húsahús. Þá rak hann gula glirnur í gráa litla mús. Ég teki sagði tælum þar dráp og músin rann. Æ, fallir rúllan ræ, hún finnst niður ekki fann. Þá var hann súr á svipinn og sagði gott hjá þér. En bíddu bara góða, ég bíða skal þín hér. Svo tautar hann við sjálfan sig og síðst að leikinn á. Æ, fallir rúllan ræ, hún brölti niður brá. En Mikki mátti bíða og músin engu kveið. Þú heyra skarpa skeiði skrökkt engan leið. Þá hungrið alveg æðan og enga veitti ró. Æ, fallir rúllan ræ, hann datt koll og dó. Fannst þér þetta ekki skemmtilegt kvæði, Mikki? Þetta er að mesta bull sem ég nokkuð tíma heyrt. Þá hefur þú nú ekki mikið vit á skáldskap. Ég skil allt sem ég kæri um að skilja og nú borða ég bara mig upp til agna. Æ, ertu svona voðalega svangur. Jana, ég skal gefa þér svolítið með að bíður. Nú hendi ég að kaupi. Nú hættir þú að segja það hvað? Ekkert. Heyrðu Mikki, nú skal ég syngja fyrir þig aðra vísu sem mamma mín kenndi mér. Ef þú vill, fellar hún miklu betur eftir kvæði sem ég söng fyrir þig áðan. Þetta er nefnilega vögguvísa.